Almennt þegar við ræðum um loftmengun þá erum við að tala um gastegundir sem eru í það miklu magni að það geta valdið tímabundnu eða varanlegu tjóni á menn, plöntur eða dýr. Loftmengun getur líka verið stafað af vökvadropum eða hárfínum ögnum og geislamengun og háamengun geta einnig talast til loftmengunar. Loftmengun getur verið á þrenns konar máta. Við getum verið með staðbundna mengun, en staðbundin mengun getur verið mengun sem til dæmis losun á tvívetnissúlfíð úr Hellisheiðarvirkjun, en sú mengun veldur mestum skaða í kringum virkjunarsvæðið, þar að segja hún veldur skaða á gróðri og mannvirkjum, og það eru einnig rannsóknir sem sýna það að við ákveðnar aðstæður það veldur þetta öndunarfæra skaða fyrir fólk sem með undirliggjandi vandamál. En slíkt myndi einmitt kallast sem staðbundin mengun. Svæðisbundin mengun hins vegar, það væri þá mengun sem næri við stærra svæði, og gott dæmi það væri til dæmis loftmengun af brennisteinssamböndum sem að mynda síðan súrt regn, og það var ákveðið vandamál á síðustu öld þar sem að kolaver í Austur-Evrópu og Rússlandi blésu gríðarlegu magni af brennisteinsdíoxíði út í andrúmsloftið. Þar barst það síðan yfir Evrópu og féll það niður sem súrt regn og olli umhverfisskaða gervalla Evrópu. Síðan getur við líka verið með hnattræna mengun, þar sem að mengunaráhrifin hafa hnattræn áhrif, og þar má helst geta gróðurhúsaáhrifin eða eyðingu ósonlagsins, þar að segja gróðurhúsaáhrifin eru fyrst og fremst út af CO2 og eða sem sé metani, tvö efnasambönd sem valda mestum gróðurhúsaáhrifum. Eyðing á ósonlagi var út af ákveðnum efnasamböndum sem að eyddu upp ósonlaginu í lofthjúpi jarðar. Í dag er kannski búið að koma mesturleyti í veg fyrir það, en þetta hér ennþá vandamál í því samhengi. Ef við tökum þá saman þau efnasambönd sem að teljast loftmengandi, og það eins og ég sagði áðan, þá erum við með brennisteinssambönd, og þar höfum við efnasambönd eins og H2S sem tvívetnissúlfíð, og við erum með SO2. Þessi tvö efnasambönd losna úr sem sé Hellisheiðarvirkjun. Við getum líka verið þá með brennisteinssýru, H2SO4, eða brennisteinssýrling sem H2SO3, en þau myndast þegar SO2 kemst í snertingu við raka og sólarljós. Svo erum við með ýmis lífræn súlfíð sem að geta valdið skaða á umhverfinu sínu. Næst erum við með nitursambönd, og þar erum við helst með NO, nitur, og NO2, þessu nituroxíð. Stundum eru skrifað þennan máta NOx, það NOx efni. Við erum líka með saltpéturssýru og svo vissulega ammóníak, þó að áhrifin af ammóníaki séu nær ávallt staðbundin. Einnig erum við svo með kolefnissambönd, og þar erum við með koltvísýringinn fremstum flokki, en við höfum líka kolmónoxíð og metan. Þessi tilteknu efnasambönd eru þeim eiginlega geta metanið og koltvísýringurinn eru sem sé þessi gróðurhúsa lofttegundir, en þær eru ekki eitraðar, þar að segja eins og nituroxíð. Þau getur valdið skaða í lungum, brennisteins
Vetnissúlfíðið og brennisteinsoxíðið getur valdið skaða í öndunarfærum. Metan og koltvísýringur gera það ekki. Þau hafa þessi hnattræna áhrif að þau valda þessum gróðurhúsaáhrifum sem partur af hlýnun jarðar. Kolmónoxíð hins vegar er efnasamband sem skaðlegt með beinum hætti þar sem það kemur í veg fyrir súrefnisupptöku rauðra blóðkorna og í tiltölulega litlu magni getur það valdið dauða. Svo ýmis önnur lífræn sem sé efnasambönd og þau eru í raun allt of viðamikil til þess að taka saman í stuttu myndbandi, en í raun eru það öll rokgjörn kolefnisefnasambönd geta flokkast undir mengandi lífræn efnasambönd, þó sé vissulega líka fjölmörg rokgjörn kolefnisefnasambönd sem eru ekki talin vera mengandi. Fjórði flokkurinn eru þá halógenar. En halógenar eru sem séu efnasambönd eins og til dæmis klórgas, og þetta efnasamband er eitrað, bara veldur öndunarfæraskaða og dauða í nægilega miklu magni. Við erum svo með flúoríð sem er mörg leyti verra en klóríð. Svo höfum við saltsýru og flúrsýru, og gasformið þessi efni afar tærandi, sérstaklega flúrsýran. Og svo erum ýmis önnur halógenhaldandi efnasambönd sem að valda ósoneyðingu. Fimmti flokkurinn, þá eru kannski komin meira út í mengunaragnir, en við getum verið með sót, ryk og ösku. Við kynntumst því nú í eldgosunum nýlega að öskumengunin var alveg gríðarleg og olli miklum óþægindum og jafnvel skaða nær gossvæði. Og en þessar mengunaragnir geta nefnilega verið afskaplega smáar, og ef þær eru ákveðið nægilega smáar svo þau geta smogið í gegnum varnir líkamans, það er að segja bifhárin í nefi og hálsi og slíku, og komast allir niður í lungu, þá getur þau valdið varanlegum skaða þar. Það er meðan þess vegna sem það alltaf fylgst með svifryki. Sjötti flokkurinn getur þá verið sameiginlegt, það er þá hin efnasamböndin, það getur verið eins og oxarar, svo sem til dæmis óson. Það getur verið þungmálmar sem eru þá á rykformi sem að berast á með loftinu, og við getum verið með geislavirkni. Það er þá geislavirkar agnir sem berast með sem sé vindum og fleiri slík efnasambönd. En það eru búin að taka saman sem sé helstu flokka loftmengunar.